Stjörnumenn byrjuðu betur í leik liðanna í gærkvöldi og þeir sækja hér Sigurður Viðarsson, Einar Baldur Arnarsson, Sigurður Viðarsson og Hilmar Þórlindsson á fyrsta skotið og skorar eftir aðeins 40 sekúndna leik. Hilmar Þórlindsson búinn að koma Stjörnumennum yfir á fyrstu mínútunni. KM náðu ekki að nýta næstu sókn og aftur fengu Garðbæingar boltann. Einar Baldur, Sigurður og Hilmar N skýtur með góðu skoti fram hjá Guðmundi Arnari og staðan orðin 2-0 og hálf 4 mínúta liðin af leiknum. KM fengu síðan vítakast, Ingvar Ragnarsson til varnar og Björgvin Björgvinsson skorar eftir 5 mínúta leik. KM búinn að minnka muninn í 1 mark, staðan 2-0 Garðbæingum í leik. En Hilmar Þórlindsson reyndist KM erfiður fyrstu mínúturnar í gær og hér er að skora þriðja mark, sitt og þriðja mark Garðbæinga þegar að rúma 7 mínútur voru liðnar af leiknum. KM sækir hér Jóhann Gunnar og skot frá Jakobi Jónssoni sem að minnkar muninn í 1 mark, staðan KA2 Stjarnan 3. Konráð Ólafsson og hann með skot sem að Guðmundur Arnar ver. Dúra Nóna með boltanum er fljótur að kasta honum fram. Það er Jóhann Gunnar, hann kastar knettinum á Sergei Sísa sem að skorar gullfallegt mark, fallegt hraðugur KM-manna og staðan orðin jöfn 3-3. Sóknarleikur beggja liða var svolítið erfiður en hér leysir Hilmar Þórlindsson þetta með glæsibrag. Ingvar Ragnarsson tilbúinn til þess að freista þess að verja og Björgvin með vítakast sem að KM fengu og Ingvar Ragnarsson ver glæsilega. Ingvar átti eftir að koma mikið við sögu í þessum leik. Átti hreint sagt frábæran leik og var besti maður vallarins. Það er Heiðmar sem að gera þetta laglega og skorar framhjá Ingvari og staðan orðin 5-4. KM einu marki undir. Og aftur var dæmt vítakast og þessu sinni var það Jakob Jónsson sem átti vítakastið og Ingvar gerði sér lítið fyrir á varði og Jakob klúraði síðan upplögðu færi til þess að minnka muninn og trommusveitin hjá KM reyndi að halda mönnum við efnið. Það gæti stemming í KA-húsinu eins og ævinlega og síðan varði Ingvar Ragnarsson þriðja vítakastið á skömmum tíma að þessu sinni frá Róbert Julian Dúra Nóna. KM fengur reynda boltann og sækja hér. Ingvar búinn að verja mjög vel þegar að hér var komið sögur. Þrjú vítakost og nokkur skot að auki. Sverrir Björnsson með 14 og Dúra Nóna með skot og hann skorar. Julian Dúra Nóna jafnar metin. Staðan hér er 5-5 og Valdimar Grímsson sá ástæði til þess að klóra sér í skegginu þarna. Þjálfari Stjörnumanna er meiddur og spilar ekki með liðinu. Var tíma gulklæddur, spilaði með KM-mönnum en er komin í KA-húsi til þess að stjórna Stjörnumönnum og hér er Dúra Nóna skot. Ingvar ver en Leo Örn Þorleifsson nær frákastinu og KM-menn eru komnir yfir. Og KM fengur síðan tækifæri til þess að ná tveggja marka forystu. Hér ver Ingvar Ragnarsson ver frá Hilmari Þorleifsssyni og Stjörnumenn koma hér hratt á völlinn og það er Viðar Ellingsson sem skorar. Hann jafnar metin í 6-6 þegar að 4 mínútur voru til leiklis og Árni Stefánsson liðsstjóri KM-manna eftir að eitthvað vantalaði við dómarana. Það er hér að líta gult spjald og heldur fyrirlesturinn áfram og á eftir fylgdi rauða spjaldið og Árni hissaði svolítið hann varð að fara út úr húsinu og KM mistu mann út af og það takkum einn leikmann út af í staðinn fyrir Árni sem þetta fekk rautt spjald og varð að fara út úr íþróttasalnum. Skömmu síðar fengu Stjörnumenn vítakast og Hilmar Þórlindsson skoraði á vítalínunni og þetta reyndist síðasta markið í hálfleiknum. Aðeins 13 mörk skoruð og sennilega áradaga síðan að KM-menn skoruðu jafn fá mörk í einum hálfleik eins og í gærkvöldi. 6 mörk úr 21 sókn. Seinni hálfleikurinn byrjaði fjörlega og Hilmar Þórlindsson var yfir með kolan og hér að skora 8. mark Garðbæinga. Sóknarleikur KM-manna hálf ráðleysislegur og hér nær Konráð að skora 9. markið, staðan 9-6 og skömmu síðar var dæmt vítakast og Hilmar Þórlindsson var kominn á vítalínuna og hann átti ekki neinu vandræði með að skora 10. markið. 4 marka munur, 6,5 mínúta liðin af leiknum. Af seinni hálfleik þegar að KM-menn fengu vítakast. Ingvar búinn að verja frá 3 KM-mönnum og hér skýtur Sergei Sísa í þverslána en KM-menn vinna boltann. Einar Einarsson þarna brotlegur og KM-menn heldur sókninni áfram. Ingvar Ragnarsson búinn að vera KM-mönnum erfiður og verja frá Björgvinni, Dúra Nóna og
alls 3 vítaköst. Hér í KM að reyna að komast fram hjá harðri vörn Stjörnumanna en gengur lítið. Og Sísa upp í loftið og hann skorar með lúmsku skoti, setur boltann í bláhornið og skorar þegar 7 mínútur og 20 sekúndur voru búnar af síðari hálfleik fyrsta mark KM í seinni hálfleiknum en Sigurður Viðarsson skoraði þetta gullfallega mark fyrir Garbaðinga og staðan orðin 12-7. KM hér í sókn og hér fellur Sævar Árnason við og hérna vildu nú KM fá heldur meira fyrir snúsinn og einn stuðningsmanna liðsins stökk inn á völlinn og fékk síðan fylgd út af vellinum. Óli Olsen eftirlitsdómari sá til þess að þessi ágæti áhorfandi fekk ekki að fylgjast með leiknum nema í gegnum einhverja dyragætt ekki verið í salnum og leikurinn gat síðan haldið áfram en það var stutt í spennunarstundum á áhorfandaföllinu og Julián Dóra núna með skot og Ingvar Ragnarsson verið þetta með tilbrigðum. Glæsileg markvarsla á Ingvari en KM vinna boltann. Staðan ekki góð hjá þeim. Erlingur Kristjánsson, Sævar Árnason kominn í hornið hér hægra megin. Björgvin farin í hornið vinstra megin. Leói Þorleifsson sem fer inn á línunni. Erlingur og KM í vandræðum með að láta boltann ganga í sókninni Jakob og Dóra Nóna og hann upp í lofti og nú skorar hann með skoti í gólfið. Staðan þá orðin 8 mörk og 12-4 á markamunum og KM á boltanum. Leói Þorleifsson bruna fram og skorar 9 mörk og 12. KM búnir að skora núna 3 mörk á skömmum tíma og þetta er að minnka munum í 3 mörk þá lifnaði nú heldur betur yfir áhorfendum í KA-húsinu. Aftur voru KM konum með boltann og Sævar Árnason gerir þetta meistarlega vel. Brýst hér fram hjá varnarmönnum Stjörnunnar og minnkar muninn í 2 mörk, staðan 12-10 og enn voru 10 mínútur eftir að leiknum. Hilmar Þorleinsson, hér meiðist Hilmar Þorleinsson. KM-menn voru búinir að vinna boltann og eru mjög ókáttir þarna með að fá ekki að halda áfram sókninni. Hilmar fjall þarna við, Erlingur mótmælir og fær 2 mínúta brottvísun. Hér voru að KM-menn svo litið grátt leiknir. Hilmar rann þarna til og meiddist og Stjörnumenn náðu síðan að skora og það gerði Konráð Ólafsson. Sergej Sísa fær síðan vítakast og Ingvari Ragnarssoni tekst ekki að verjast þessu og Sergej Sísa minnkar hér muninn í 3 mörk, 15-12, KM vinna boltann, enn nægur tími, falleg sending frá Erlingi á Sævar og hann skorar og hér verða nokkur átök milli Sævars og Ingvars Ragnarssonar. Ingvar slæmir hendi í Sævar og turskuðust þarna til aðeins og Sævari og Ingvari var síðan líklega leikvelli. KM vinna hér boltann og Sævar bruna hér fram og nær að skora af miklu harðfylgi, minnkar muninn í 1 mark. Staðan orðin 15 mörk gegn 14, gáðu sig hvergi. Hér endar nær Hermann Karlsson að verja og ætlar að koma boltanum fram sem fyrst. Stjörnumenn verða fyrirtík, Sigurður Viðarsson nær boltanum, er ekkert að flýta sér, sendir boltan hér á Konráð Ólafsson og hann aðleitt og skorar og úrslitin í þessum leikur við 17 mörk gegn 14. 3 marka sigur Stjörnumanna, sanngjarn sigur þeirra á Akureyri í gær. Þeir voru vel að þessum sigri komnir og Ingvar Ragnarsson markvörður var eðlilega kátur í leikslok. Sjálfsögðu, sigurleikur, þá brósum við. Vörnin hjá okkur frábær og það er athyglisvert að KR að skora 6 mörk í fyrri hálfleiknum. Vörnin er alveg frábær, náttúrulega besti leikur varnarlega sem við spilaði í vetur. Þótt hún hafi verið góð á undanförnu en þetta var alveg toppurinn. KM-menn þekkti fyrir að skora mörk og sérstaklega hér á heimavelli 14 mörk í kvöld. Þú ert að verja 26 skot, þú getur verið sæmilega ánægður? Ég er sæmilega sáttur. Er þetta fyrra skrefið af 2 í átt að undanúrslitunum? Við stefnum á það sjálfsögðu en við þekkjum að bítur í reynslu að við erum ekki konir áfram fyrir við byrjar að spila fyrsta leikinn í undanúrslitum. Það verður ekki tekist ennþá en við stefnum á það. KM-menn spiluðu ekki vel í kvöld, þeir hafa verið að spila miklu betur heldur í gerðu núna. Já, samanskapið höfum við spilað mikið betri sóknarleik í flestu leikja. 17 mörk, það er ekki mikið. Þannig að þeir eru að spila mjög góða varnarleik. Kannski ekki eins góða sóknarleik en náttúrulega mjög sterk vörn okkar kemur í veg fyrir það. En þeir eru að spila fanta góðan varnarleik. Hvernig er það að spila þetta á Akureyri? Mjög gaman, frábært. Erfiðir áhorfendur? Erfiðir, já, mikil pressa. Maður sá að það var komin gífurleg stemning hérna en alveg meira átt að gaman, miklu skemmtilega að hafa eitthvað líf í húsinu.